Það finnst mörgum að það hafi verið með hreinum ólíkindum hve glæsilega tókst til hjá Íslendingum við að halda leiðtogafund þeirra Reagans og Gorbatsjovs dagana 11. og 12. október með aðeins 12 daga fyrirvara. Þegar við á fréttastofu sjónvarps fengum þá afmælisgjöf á 20 ára afmælisdegi sjónvarpsins að þessi fundur yrði haldinn, óraði okkur ekki fyrir þeirri holskeflu sem myndi ríða yfir okkur þegar þúsundir fréttamanna flykktust til landsins. Strax kvöldið sem fréttin barst lenti fyrsta einkaþotan í Reykjavík með erlenda fréttamenn. Eitt stærsta vandamálið fyrir utan húsnæðismálin voru fjarskiptin og verður ekki ofsagt það afrek sem starfsmenn Pósts og Síma unnu þeim tókst að gera fjarskiptin við umheiminn snurðurlaus þessa örlagaríku daga. Heilu þoturnar lentu daglega fullhlaðnar fullkomnasta fjarskiptabúnaði sem völ á og stóru erlendu sjónvarpsstöðvarnar tóku heilt flugskýli undir risastóra miðstöð. Fréttamenn heimsins komu sér fyrir í Hagaskóla og Melaskóla og öll hótelin voru yfirfull af fréttamönnum sem kepptust við að senda fréttir af atburði sem fréttabann var yfir. En allt var þetta tilbúið Bandaríkjaforseti lenti hér á 5. 9. október og Gorbatsjov lenti síðan daginn eftir. Á laugardagsmorgni hófust maraþonfundi leiðtogana í Höfða en samtals ræddust þeir við á þessum 2 dögum í nær hálfan sólarhring meðan augu heimsins mændu á hurðarhún á gömlu timburhúsi sem grunuleg á að reimleikar væru í. Þegar fundi leiðtogana drógust skyndilega á langinn á sunnudag voru menn að gera sér vonir að stórt tíðinda væri að vænta í afvopnunarmálum og því urðu það mikil vonbrigði þeir kvöddust á tröppum Höfða fremur þungir að brún. Svo virtist sem þeir hefðu staðið á þröskuldi sögulegs samkomulags ágreiningur geimvarnaáætlun Bandaríkjamanna var til þess að binda endi á viðræðurnar. Skoðanir raunverulegan árangur voru mjög skiptar og eru en við skulum heyra hvað Guðni Bragason hefur að segja okkur erlenda hlið málsins. Já, svo virðist sem aldrei hafi risaveldin nálgast hvort annað jafn mikið í viðræðum takmörkun kjarnorkuvopna og einmitt hér í Reykjavík. Í viðræðunum voru Reagan og Gorbatsjov sammála að flytja bandarískar og sovjískar miðaldrægar eldflaugar frá Evrópu og leyfa hvoru ríki að hafa aðeins 100 kjarnaodda í Bandaríkjunum og Asíuhluta Sovétríkjanna. Einnig voru leiðtogarnir sammála að eyða langdrægum eldflaugum á 10 árum og hefja þá þróun með helmingsfækkun þegar. Þeir voru einnig sammála að ná samkomulagi fjölda kjarnorkutilrauna og mannréttindamál. Löng og ströng fundahöld í Höfða leiddu til þessa árangurs en samkomulag strandaði sem fyrr sagði á geimvarnaáætlun Bandaríkjastjórnar. Þessi áætlun sem talið að kunni að kosta 1000 milljarða bandaríkjadollara gerir ráð fyrir að komið verði fyrir í geimnum varnarhjúp gegn eldflaugaárásum. Reagan Bandaríkjaforseti taldi sig ekki geta fórnað geimvarnaáætluninni fyrir samkomulag á öðrum sviðum vígbúnaðar. Fréttaskýrendur ekki á eitt sáttur árangur leiðtogafundarins í Reykjavík. Til hans hafði reyndar verið boðað með snöggum hætti og hann lýstur nokkurs konar óformlegur skyndi eða vinnufundur leiðtogana. En flestir eru nú sammála að fundurinn í Reykjavík hafi rutt ýmsum hindrunum úr vegi fyrir árangur í hinum reglulegu viðræðum risaveldana takmörkun kjarnorkuvígbúnaðar í Genf þótt ekkert samkomulag hafi verið undirritað í Reykjavík. Nú sem sagt litið til Genfarviðræðnanna sem næsta skrefs í þróun sem hófst í Reykjavík og þess ber að minnast að enn á dagskrá 3. fundur leiðtogana sem halda á í Bandaríkjunum.